Komið sæl, kæru starfsmenn Nýsköpunarmiðstöðvar og aðrir góðir gestir. Ég vil þakka fyrir að fá að vera með ykkur hér annað árið í röð því ég verð að segja að þessi geiri sá sem að fyllir mig krafti á hverjum einasta morgni og dregur mig fram úr brosandi og glaða vegna þess að það svo sannarlega mjög margt að vera í þessum geira. Ég ætla að orða þetta mjög skýrt. Öflug nýsköpun forsenda þess að við getum byggt hér upp sterkt og kraftmikið og gott samfélag. Endurnýjunarkrafa nútímans einfaldlega svo sterk að samfélög sem ekki taka nýsköpunarstarf og frumkvöðlastarf alvarlega eru dæmd til að dragast aftur úr í samanburði þjóðanna. Nýsköpunarmiðstöð gegnir hér miklu hlutverki og af því að Þorsteinn talaði hér gæði áðan þá auðvitað fannst mér það vel viðeigandi þar sem við erum hér á ársfundi Nýsköpunarmiðstöðvar að láta hugtakið gæði svífa yfir vötnum. Vegna þess að það virðist vera sama hverju við stjórnmálamennirnir finnum upp á, alltaf virðist Nýsköpunarmiðstöð tilbúin til þess að taka við nýjum verkefnum sem við biðjum þau að taka að sér. En leiðin út úr kreppunni að sjálfsögðu nýsköpun og við Íslendingar höfum þurft að taka á okkur mörg efnahagsleg áföll á undanförnum árum en við erum farin að sjá merki þess að það sé að rofa til en það eru mörg ljón í veginum og við skulum horfast í augu við það eins og það og við erum enn með gjaldeyrishöft en við erum að fara að sjá áætlanir það hvernig þeim verði létt til þess að einfalda ykkur sem eruð í útflutningi og ykkar afurðum, nýsköpunarafurðum, þannig að það verði einfaldara. Atvinnuleysi enn of mikið og það auðvitað almennur samdráttur í þjóðfélaginu. En það á tímum sem þessum sem að virkilega reynir á og við erum á réttri leið og það reynir á að beita nýskapandi hugsun til þess að komast fram veginn. Og leiðin út úr vandanum, hún felst í þrennu, það nýsköpun, nýsköpun og nýsköpun. Þegar kemur að nýsköpun og skapandi hugsun það snjöll og klár hugsun sem allt veltur á. Vísindamenn telja að í mannsheila séu líklega 100 milljarðar heilafruma. Hver heilafruma tengist að meðaltali 3000 öðrum og tengingar á milli fruma í heilanum eru því eitthvað 100 billjónir. Hver tenging getur síðan tekið nokkur gildi, sumir telja jafnvel að gildin gætu verið alltaf 10. Sé þetta rétt, þá erum við komið með stærðina 10 í veldinu 100 billjónir. Og jafnvel þóttu nýttum aðeins 1% mögulegra tenginga til að hugsa frumlegar hugsanir, þá geta engin venjuleg tölvuminnisheiti lýst í hversu mikið geymslurýmið væri. Og ef við gefum okkur að meðalþyngd heilans sé 1400 grömm, þá heilaauður okkar Íslendinga 4350 tonn. Það vegna alls þessa mannauðs sem að ég svona bjartsýn á framtíðina. Og það vegna þessa auðs sem við eigum í þessari auðlind sem að ég bjartsýn á framtíðina, vegna þess að auðlindin sem felst í þessum krafti ótakmörkuð og hún takmarkast bara á okkur sjálfum á meðan að náttúruauðlindir okkar eru hins vegar takmarkaðar. En það ekki nóg að fá leiftrandi snjallar hugmyndir, það þarf frumkvæði og dugnað til að taka af skarið. Brettu bermar taka Pál og Regu og láta til sín taka. Ég var þess heiðurs aðnjótandi að fá að taka þátt í útskriftarathöfn fyrir brautagengiskonur í vetur. Og það sem ég dáði sérstaklega var áherslan hjá þessum konum sem voru að útskrifast á framkvæmdina og að láta drauminn rætast. Alls hafa 850 konur útskrifast úr brautagengisnámskeiðunum og samkvæmt könnun Félagsvísindastofnunar má reikna með að 3 af hverjum 4 fari í eigin fyrirtækjarekstur sem frábær árangur. Skapandi greinar eru svo sannarlega, og við höfum fengið að sjá það svart á hvítu, ein af burðarstoðunum í íslensku efnahagslífi. Og vaxtarmöguleikarnir eru þar, eins og ég nefndi áðan, eingöngu takmarkaðar við hugmyndaauðgi og framtak okkar sjálfra. Í nýlegri skýrslu sem kom út núna fyrir jól þar kemur fram að í þessum geira eru hvorki meira né minna en 10.000 störf
og miðað við, ef tekin mið af virðisaukaskattsskyldri veltu, þá eru það hvorki meira né minna en 165 milljarðar króna. Við þurfum að styðja enn betur við þennan geira og það er það sem við erum að fókusera á þessa dagana. Við erum búin að setja á stað mótun hönnunarstefnu til þess að styðja enn betur við hönnun í bæði í fyrirtækjum sem eru starfandi og þessum hefðbundnu atvinnugreinum til þess að auka þar enn frekar verðmæti, en jafnframt líka til þess að styðja við hönnunina sjálfa og kraftinn sem þar býr. Við erum líka búin að setja núna 4 milljónir króna í enn frekari greiningu heldur en þá sem kom út núna í haust, þannig að við getum sett niður áætlun það með hvaða hætti við getum stutt enn betur við hinar skapandi greinar og beitt til þess okkar stoðkerfi og líka hvernig við getum stuttar enn betur við útflutning á sinni vöru. Stefnumörkun á tímum sem þessum skiptir gríðarlega miklu máli þannig að við séum tilbúin að hlaupa af stað þegar að tækifærin opnast. Nýsköpun að sjálfsögðu allstaðar. Hún ekki bara í nýjum verkefnum, heldur hún líka nauðsynleg í hinum hefðbundnu atvinnugreinum og hún þar á fleygiferð. Hún nauðsynleg í öllum fyrirtækjum og hún nauðsynleg í öllum stofnunum líka og í ríkisgeiranum. Og ríkisvaldið þarf auðvitað að hvetja til nýsköpunar með ráðum og dáð, en þarf líka að ganga undan með góðu fordæmi með nýsköpun innan sinna raða. Framtíðin að sjálfsögðu snýst nýsköpun eins og ég nefndi hér áðan. Við erum að fara í gegnum núna í iðnaðarráðuneytinu töluverðar breytingar og greiningar á okkar stoðkerfi þannig að við getum stutt vel við nýsköpun á öllum stigum. Samstarf opinberra stofnana eins og stofnana iðnaðarráðuneytisins við háskóla og atvinnulíf einn af hornsteinum í okkar áherslum og ráðuneytið að leggja áherslu á að allar stofnanir þess hafi veigamiklu hlutverki að gegna í stuðningi við framþróun atvinnulífsins og nýsköpun þess. Það ekki hallað á neinn þó ég segi að nýsköpunarmiðstöðin gegni þar leiðandi hlutverki en ekki má líta fram hjá mikilvægi hinna. Það sem meira vert að saman þessar stofnanir að mynda sterka heild á þverfaglegum grunni og þetta samstarf vil ég binda enn frekar saman heldur en nú og við höfum farið í gegnum góða greiningu á því hvernig við getum eflt samstarf okkar stofnana og erum byrjuð að taka fyrsta skrefið með því að horfa á ákveðin verkefni þvert á okkar stofnanir og mynda svokallaðan stofnanaklasa á okkar vegum. Og við erum líka að vinna því að okkar stofnanir vinni enn betur saman að því leytinu til að þær myndi eina sterka heild út á við þannig að aðgengi að öllum stofnanakerfinu og öllum sjóðakerfinu okkar að það sé bætt og við erum að vinna að því að búa til eina gátt inn í allt okkar stofnanakerfi þannig að það nýtist ykkur enn betur heldur en þeir að gera í dag. En Nýsköpunarmiðstöð dugleg á mjög mörgum sviðum og ekki langt síðan að þau kölluðu okkur í iðnaðarráðuneytinu þar sem að við lögðum niður störf og mættum upp í Nýsköpunarmiðstöð til þess að taka þátt í svokallaðri pestelgreiningu. Síðan hann Þorsteinn Ingi duglegur að sýna hér lotukerfi í ýmsum myndum á fundum þannig að við höfum sett upp okkar eigin greiningu sem CAT-JUL-greiningin og í henni felst að það auðvitað K-ið fyrir kraftinn og þar auðvitað Nýsköpunarmiðstöð efst á blaði. Tækniþróunarsjóður, ég verð að nefna hann líka hér undir vegna þess að hann að skila verulega góðum árangri og okkur hefur tekist að verja hann fyrir niðurskurði. Bara eitt dæmi að þá var gerð könnun á úttekt á árangri Tækniþróunarsjóðs og þar kom í ljós að þau verkefni sem að þaðan fá styrk að 65% þeirra að skila af sér frumgerðum sem að hlýtur að teljast gríðarlega góður árangur og við erum mjög ánægð með hversu vel hefur tekist til þar. Síðan erum við auðvitað í klasasamstarfi og við erum með frumkvöðlasetrið og Nýsköpunarmiðstöð hefur auðvitað gengið þar fram fyrir skjöldu og þegar að efnahagshrunið var hér í október 2008 þá fór Nýsköpunarmiðstöð raunverulega á fullt
og síðan þá hafa verið stofnuð 8 frumkvöðlasetur þar sem eru rekin á annað 100 fyrirtæki og 300 starfsmenn starfa þar. Og ég þarf ekki að nefna þau eru auðvitað á mörgum sviðum og það er nú stutt síðan ég heimsótti KÍM, þar sem eru heilsutæknigarðar og það er mjög margt áhugavert að gerast og ég mæli með því að þegar að menn eru svona vakna kannski blúsaðir einn morguninn að kíkja inn á eina af þessum frumkvöðlamiðstöðvum og sjá hvað þar er að gerast. Til dæmis var þar fyrirtæki sem ég hitti sem hefur tvöfaldað sig á 2 árum úr 4 í 8. Og það er svona innri vöxtur hjá fyrirtækjum, sprotafyrirtækjum og líka starfandi fyrirtæki sem við þurfum svo sannarlega á að halda núna. Atvinna, aðeins með öflugri nýsköpun getum við skapað tugþúsundir eftirsóknarverðra starfa og það er á það sem við erum að einblína. Tækifæri, við þurfum auðvitað að skapa fjölbreytt atvinnulíf, við þurfum að skapa ný tækifæri, hvort sem í nýjum greinum eða þeim hefðbundnu sem við þekkjum. Og það eru jákvæðir hlutir í gangi núna og það eru fjölmörg tækifæri í stöðunni eins og uppi og við erum að sjá hér vaxtarbrodda í nýjum geirum sem við höfðum ekki séð áður. Ég nefni til dæmis tölvuleikjaiðnaðurinn. Hverjum hefði dottið í hug fyrir 10 árum að hann væri orðin stór mælanleg eining í okkar efnahagslífi í dag, 10 árum síðar. En það er staðreynd. Heilbrigðistæknin, orku- og umhverfistækni, allar þessar greinar eru á miklu flugi og við þurfum að styðja við það. Jákvæðni er ég að nefna hér, vegna þess að auðvitað kemur hún sjálfkrafa þegar við finnum að hjólin eru farin að snúast, þá verður allt svo miklu auðveldara. En við megum ekki gleyma því heldur að jákvæðni er ákveðin kraftur í sjálfu sér. Og neikvæðni, hún er ekkert annað en hrammur á framkvæmdir og þess vegna skiptir máli í þessum geira hér og ég veit að þið þekkið það, ég þarf ekki að segja þetta við ykkur en heldur þyrfti ég kannski að halda þessa tölu annar staðar. En ég veit að þið þekkið það en jákvæðni er auðvitað hreyfiafl og þið sem eruð í nýsköpun þekkið það vel. Umhverfi, við erum auðvitað með heilmikið af endurnýjanlegri orku og við eigum auðvitað að hugsa grænt og það skiptir máli og við þurfum að hugsa nýskapandi það með hvaða hætti við nýtum þessu orku. Slíkar hugmyndir eru svo sannarlega að koma héðan frá nýsköpunarmiðstöð þar sem við erum með ýmis verkefni í gangi og ég nefni til dæmis hugmyndir sem héðan hafa komið líforkuklasa og Þorsteinn Ingi hefur verið að vinna með okkur að. Lífsgæði, við höfum auðvitað allar forsendur til að byggja hér gott samfélag og það er fjölmargt á döfinni á þessu ári. Átak til atvinnusköpunar hefur hingað til haft 80 milljónir til ráðstöfunar. Nú á þessu ári að þá bætast þar við 112 milljónir, þannig að þessi fjármuni verða í ár 192 milljónir. Þannig að við erum nokkuð bjartsýn á það að átak til atvinnusköpunar eigi eftir að skila okkur verulegri innspýtingu í þennan innri vöxt sem ég nefndi áðan fyrir utan auðvitað tækniþróunarsjóð og aðra styrki og handleiðslu sem eru á vegum nýsköpunarmiðstöðvar. Við erum að þétta samstarfi við nýsköpunarmiðstöð enn frekar og við erum að líka sækja þangað kraft iðnaðarráðuneytið vegna þess að núna nýverið gengur til liðs við okkur 2 starfsmenn sem hafa verið og eru undir hatti nýsköpunarmiðstöðvar en eru komið til starfa annar á skrifstofu iðnaðarráðuneytisins og sem er hann Elvar og síðan hún Sigríður sem er á Ísafirði. Þetta eru auðvitað gríðarlega góðar fréttir fyrir okkur í iðnaðarráðuneytinu og hefur fært okkur aukinn og endurnýjaðan kraft, auk þess auðvitað að þetta er hluti af því hvernig við þéttum samstarf stofnana okkar og eflum enn frekar okkar stoðkerfi ykkur til hagsbóta. En það er auðvitað þannig að við þurfum að beita nýskapandi hugsun á allt. Og það er ekkert undir sólinni sem er yfir gagnrýni hafið og það á við líka okkar störf og það kerfi sem við höfum byggt upp hingað til. Þess vegna skiptir máli að við séum með kerfið sveigjanlegt þannig að það geti brugðist við þörfum atvinnulífsins á hverjum tíma. Og þar tel ég að við séum á leiðinni þangað og ég til nýsköpunarmiðstöð sýna einmitt þennan sveigjanleika
En við erum núna með þessum breytingum á stoðkerfinu sem ég lýsti hér áðan og stofnanastrúktúr iðnaðarráðuneytisins, þá erum við að byggja inn í stofnanastrúktúrinn okkar þennan sveigjanleika þannig að hægt sé að bregðast við hraðar þegar eftir því sem að samfélagið tekur breytingum. Síðan verð ég að nefna hér líka að það skiptir máli á svona tímum að við horfum heildstætt á okkar samfélag og þess vegna höfum við tekið á fullum krafti þátt í sóknaráætlun 2020 sem að þið hér inni þekki vel. Kostirnir við sóknaráætlun 2020 að við fáum langþráða yfirsýn og samþættingu áætlana sem að finna í öllum þessum 12 ráðuneytum eða 10 ráðuneytum sem að nú eru til. Þetta skiptir máli þannig að byggðaáætlun geti unnið með áætlunum atvinnuþróun, þannig að þessar tvær áætlanir geti unnið með samgönguáætlun, þannig að ferðamálaáætlun geti unnið með þessum áðurnefndu áætlunum og svo framvegis. Þannig að þetta vinni saman og búi til sterkar heildir út allt land. En kæru bæði starfsmenn Nýsköpunarmiðstöðvar og sömuleiðis aðrir gestir og þeir sem eruð bæði að vinna með Nýsköpunarmiðstöð í ýmsum verkefnum og velunnarar. Ég vil þakka ykkur innilega fyrir samstarfið á síðastlinu ári og ég verð að segja, ég hlakka mikið til þess sem framundan er. Það mjög margt framundan og þetta getur orðið brokkgengt, en ég gríðarlega bjartsýn á að við höfum eftir að hrinda í framkvæmd jákvæðum breytingum á árinu sem kemur og ég vil þakka ykkur innilega fyrir ykkar framlag til þess að gera Ísland betra. Kærar þakkir fyrir þetta, Katrín, og það komið að forstjóra Nýsköpunarmiðstöðvanna og bara rétt að því að þú varst að nefna klasa, þá hélstu þér mitt frábært erindi á ráðstefnu þar sem ég var í nóvember, þar sem Michael Porter var að tala jarðvarmaklasann og Hákon Gunnarsson hjá GECON og fleiri stóðu að þessu. Og þar var mér mjög minnisstætt hvernig Michael Porter talaði þessar allsnætti sem við höfum. Hvað mikið til, bæði af auðlindum og líka þekkingu og þessi fókus á það hvað við höfum. Og hann hélt svona eiginlega hárblásara ræðu þarna yfir forseta Íslands á fremsta bekk og fullan sal í Háskólabíó, þar sem hann sagði bara skömmumst okkar eða skammist ykkar ef þið bara látið ekki að hendur standa fram úr ermum, þannig að það var ágætis hvatning. En sól á morgun, gjörðu svo vel nafni, Þorsteinn Ingi.